segja ykkur eina sanna sögu sem ég segi mér sjaldan og hún mjög svona hljómar svolítið eins og kjartaði. Ekki svo vel. Ég festist einu sinni í Sahara eyðimörkinni í hljóð. Planið var sem sagt að keyra suður við Sahara. Við fórum hana með vini mínum, fransmanni og bróður mínum, konum hans, við vorum mótur í honum, við vorum að jeppa. Og það byrjaði svona mjög skemmtilega, en svo voru líka vegir hana og festist í sandinum og konar bóðum þess að veginn bara fyrsta daginn. Og ég bauðst þess að vera eftir móturunni hennar með þau færi til byggðina. Svo kemur þér síðan á aftur í mig svona eftir nokkur klukkutíma. Mér finnst það mjög spennandi hugmynd og svo var þetta algjör vitleysa. Svo sést. Það er á móturunni við hólinn. Það er svo margt hægt að gera í eyðimörkinni. Friður til athafna og íhugunar. Allt sem ég þarf, með vatn og mat og góða bók. Fallegt útsýni. Þetta er algjört rugl. En eftir svona klukkutíma þá lenti ég í smá glaðningi. Það kom úrvaldagjörð, rekin af nokkrum berneskum hirðingjum. Þeir settist niður upp á Vindutén og reyndu að pranga á mig úlfalda, gömlum ljótum úlfalda. Ég fer neitaði, þeir sögðu að ég þyrfti hann og þyrfti ykkur klæðina, það væri kalt hann á nóttunni. Ég keypti hann föt og sögðu að það geti snjóað hana og ef það snjóaði þá var óskar sig. En já, svo einn dag að þeir læknandi að vera þessum ljóta úlfalda og voru notið vola góði vinir og þeir vorkenndu voða mikið að vera ykkur úlfalda. En þeir keypti það úlfalda, bara eitthvað svo í færum. Og þá var komin að ljóta, mjóa, alkulega úlfalda, sem það úlfar. Og sólinn hækkaði og hækkaði. Það var brennandi hiti við úlfar, voru mjög einmannlegir. Og þegar hún liða daginn það var svona hillingar og sólinn ætlaði að bræða mig. Ég vissi hvað að gera en fólk var lúst eitthvað gagnað úlfarinn. Það ég gætt sitið undir honum og skýlt mér. Það var mjög gaman, en svo reyndi ég eitthvað að læra á hann, kunni ekkert á hann. Það kannski fengið eitthvað að setjast niður að gera þetta. Þegar hann kom tilbaki á hann, hvernig þeim var upp á úlfalda, ég get ekki setjast. Svo ég reyndi að fara upp á hann aftan og það bara hljópar burt. Þeir buskar sko kengúra, örgulega eftir þessum bernesku hirðingjum. Svo ég bölvaði eftir bernum og úlfari og sjáum þetta. Og svo bara orðið búinn að rætast og það var kast. Ég reyndi að klæða mig hér í slöngum og sportbeltum. Það gerist við ótrúlega. Orðið þeirra rættast og það var snjóð. Ég trúði líka einu augum sko í fyrstu, en ég vissi ekki að þetta gerst. Svo ég taka myndir af þessu eftir. Þá myndi ég orð bermanna og ég óskaði mér þetta að kemast aftur heim. Með örglega, heilla húfi. Það var í sorgmættur, þannig að ég óskaði mér svo lengi að komast þangað. Svo þegar ég komin þangað, þá ég óskaði mér að kemast aftur heim. Sagan er ekki alveg rétt hjá þér. Hvað verður þau? En það þarf ekki að vera 100% rétt, skilur, en það er betra að reyna að halda sig eitthvað við staðreyndir. Það er ekki stáð þennan. Það er alltaf snjóið og svo bara fór að byrta að degi. Og kom jeppinn aftur og sótti mig. Ég skammaðist mér svo mikið fyrir hann úlfalda.
Það sagði mér ekkert frá honum, þetta er komið tíma. Þegar ég sagði frá því að það hefði snjóað, svo er það bara, það snjóaði ekkert í Sahara. Sem er ekki rétt.